fyrstur í braut á litlu vélinni Junior 2 og hann farinn af stað! Nei! Voruð þið búin að taka eftir því að við erum með atvinnuræsi? Reyniræsir, atvinnuræsir íslenskra akstursíþrótta hér á Traktor- og torfærunni. Veiðið strákum! Hvetið hann áfram! Koma svo litla bjölin! Ég er með smálítið nugget fyrir ykkur. Við ætlum að keyra eina umferð réttsælis. Við ætlum að keyra eina umferð rangsælis. Það eru 2 umferðir í dómi. Þar á eftir verður fjandinn laus. Þegar þeir fara 3., 4., 5. umferðina ekki í dómi, þá fáum við svo sannarlega eitthvað fyrir peninginn. Er ekki allir búin að borga örugglega? Nei, hann er fritt á Flúðir og Vestló. Verið velkomin. Er þetta ekki afþreying? Þetta var geggjað rönn! Ég vil biðja alla þá sem ekki eru tengdir keppendum eða í keppnisliðum að halda sig utan merktra svæða. Það er ykkar öryggi sem við erum að hugsa eingöngu. Ég átti ekki von á því að hann færi svona langan í vörn! En þetta hann keppir frá ungmennafélaginu Njáli. Þetta er B276 Nalli. Hann er óbreyttur árger 1972. Koma svo, koma! Upp brekkuna! Já! Svona nánast að keppi sinni fyrstu traktor- og torfæru og miðað við þetta rönn, ekki sinni síðustu. Og koma svo, nei! Aftur! Let's go! Það brakaði aðeins í gírkassanum, en Gustav tennur dýta best! Þvílík legend! Kemur og stilla sig inn hér í torfærunni, Traktor- og torfærun á Flúðum. Hann er rokinn af stað. Hér eru menn að fara alla leið. Hér eru börn, mæður og mæðrabörn. Saman í liðinu, litla fél. Vel merktur ljósameistaranum. Og koma svo, kom! Ég er ekki að segja að ég er að velta, en við myndum ekkert öskra neitt úr fílu ef þú myndir velta í brautinni. Kom svo! Sett hann í framdrifið, maður, hættu þessu rugli! Sílsalista á næsta ári, þetta er alveg galið! Nei, koma svo! Við ætlum ekki að fara að sækja gröfuna! Sindri! Let's go, baby! Öskur á hana, Hollandur! Já! Öskurinn ykkar fóru beint
beint í hjartað á honum. Beint í hjartað á honum. Jæja, Sindri Lárbói, nú kemurðu. Endaflögt! Já. Lyktin í Torfdal yngri lík þessa klukkustund. Þið heitir Mæðrasiðurinn. Og ef þið kunnið að lesa á milli línana, ef þið krakkar mínir vitið ekki hvað Mæðrasiðurinn hann á móðurinni. Hann að láta hana finna fyrir því. Við látum svo restina líka milli hluta. Hér Mæðrasiðurinn Örn í sinni fyrstu traktorpartfæri. Ekki blikka augunum, áhorfendur góðir, ekki blikka auga. Það getur mistað einhverju. Hér gerist þetta allt saman á einu augabragði. Einu augabragði. Koma svo, Örn. Þetta að verða mesta hindrunin í brautinni. Þarna sett hann semst í hinn-gírinn sem borð. Ekki láta okkur sækja gröfuna. Þessi baby. Já, fyndu gírinn. Hann í handbremsur hjá þér! Styrktaraðilinn, hann Elli Ból, hann ekki ánægður með þessa frammistöðu. Komdu nú, stráksi! Eigum við að prófa að öskra á hann? Það hjálpaði áðan. Mikið hefur gaman að það dotti aftur fyrir sig. Nei, ég meina mikið hefur gaman að það komist yfir. Áhorfendur eiga ekki að vera innan dráttarvélarnar hér í pittinum. Haldið ykkur utan merktra svæða. Ég veit að mikið af fólki hérna en hverju liði fylgja 10 servicekallar. Áhorfendarsvæðin eru upp í brekku eða utan merktra svæða. Vinsamlegast fylgið fyrirmælum. Þetta ykkar öryggi, ekkert annað. Jæja. Mér líður eins og hann hafi lagt á stað í þessa braut í fyrradag, en hér kemur hann og klárar á ótrúlegum tíma. 2 dagar, 16 klukkustundir og 20 mínútur. Í traktor- og torfærinni. Tókuðu eftir því hvernig hann sett í gang. Hann upp á vélavagni við hann fendt þarna, ætli startarinn kosti ekki svona 40 milljónir. Hann lét vélina renna niður af vélavagninum til að fara í gang. Hér á traktor- og torfærnaflúðum sjáum við dýrustu íhluti í heimi. Startari á 40 milljónir. Má ég sjá andra? Má ég sjá andra? Don't stop! Hvað þetta farastæti? Hvað í GPS-ið? Þú verður að setja inn réttu hnitinn í GPS-tækið í mælaborðinu. Bara ekki nota mikið af rafmagni. Sjáuð allan hann. Já. Þið vitið það að dráttarvélaútblástur eitthvað það hollasta sem að þið getið andað að ykkur. Dráttarvélaútblástur læknar öll mein. Limafallasýki, blindu og allt. Komast svo! Það virðist verið
það sé endalaust framboð af vitleysingum frá Grafabakka. Þetta alveg ótrúlegt. Hann á enn einum fetornum. Hefur keppt ansi oft. Hann kallar dráttarvélina Hvalur 8. Nei! Ef að þessi strákar kunni ekki að gera það sem að kitlar okkur áhorfendur, þá veit ég ekki hvað. Það er lítið smá stökk yfir lítinn sandhól. Og við tegumst af gleði. Komast á Hannibal. Ég vil grípa tækifærið og óska eftir fleiri konum í sportið. Mér er sama hvort það sé cis-kona eða trans-kona, bara kona. Komiðu og keppiðu í traktor- og torfærunni, hér eru allir vinir, hér elska allir alla, trans, cis, off, á. Það er allir velkomin í traktor- og torfærunni. Bíðu nú við. Er Balli ykkur rugli þarna? Balli menn. Það ætti nú bara að taka bakki úr þessum vélum. Er það ekki bara eitt handhjól eða eitthvað? Og það er fljóta báturinn Hannibal. Hvalur 8 hér á ferðinni. Já, bara aðeins að sýna ykkur hvað hann getur. Það var kannski ekki alveg rétt leið, en það skiptir ekki allir máli. Hvernig líður ykkur þarna uppi í brekkunum hérna við Austurhofið? Og Balli gegnum endahlið. Við höldum bara áfram með Grafabakka. Er það ekki? Eftir hugsið ykkur. Herri, þá komið ánum Tóbíasi. Ég held alveg örugglega að þessi vél sem hann kýs að kalla Hvalur 9 hafi verið stýrkassi og veltibúr í gærkvöldi. Hann fór á kaf í vinnu hér í nótt. Sjáu þið kveikjarinn á gasinu, komið algjörlega á kaf í pittinn. Ríkur leikmaður hjá Norðvíkingum. Og anduði að ykkur útlagsstrinum. Það sé ekki 16 túrbínur í þessu 108-menn. Sjáu þið hvernig hann leikur sig að bremsunum. Þetta er atvinnumaður, krakkar. Þetta er atvinnumaður. Bíddu, er eitthvað að taka tíma? Eins og ég segi, ef þið slittir auga, þá missið þið hann einhverju konar í gegnum orðalinn á einhverjum öðrum tíma. Sem að keppast að fá að styrkja traktora í traktor- og torfærunni. Þetta er besta auglýsingin. Öll þið hér 10.000 sem saman eru komin munið að sjálfsögðu beina viðskiptum ykkar til Gaztec og Keimar eftir að hafa séð móðurina í braut á traktor- og torfærunni. Það er aðeins hæglar yfir og eins og glöggin áhorfendur sjá kannski að það er það eru þessi grömm sem að skipta svo miklu máli hvað varðar hraðan. Hér er oddfreyr aðeins bara töluvert í yfirþyngd og það hefur bara mikil áhrif á tímann hans í brautinni. Oddfreyr, ertu ekki með gleraugun? Oddi minn! Ef þið ætluðu að deila einhverja samfélagsmiðla en tími núna, þið megið blikka augum núna, það er lítið að frétta. Bíddu, lappar hann upp. Sjáu þið mismunadrifið að störfum. Það er nú ekki að velta þarna, en samt aðeins. Náðið þessu á Oddfreyr eins og kring.
Koma svo Freyr. Við gerum það falleg vél. Það skiptir líka máli. Ef hún nýbónuð vélin, þá rennur hún betur í vatninu. Þið vitið þetta, krakkar, þið vitið þetta. Ekki allir að nota mjallarnóm og í gegnum endahlið. Elsku fallega fólk, næst það ættfaðirinn. Þetta hann Gummi Þór. Hann á litlu vélinni, ekkert junior, ekkert 1 eða 2. Þetta orginal litla vélin. Litla vélin. Og þannig Gummi Þór. Og allt þetta rugg sem að fylgir litlu vélinni undan Gumma Þór. Allir í liðinu hafa einhvern tímapunkti verið inni í óhörnu. Hugsið ykkur það. Það alveg ótrúlegt. Hann lætur greinilega sýnina hraðaksturinn. Hann fer þetta jafnt og þétt, hann Gunni. Hann þekkir það. Ekkert að flýta sér, ekki að koma og snemma. Góður og sterk í taktur og hraði, það það sem telur. Gummi, ert þú að keppa í traktoratorfari fyrsta skipti? Upp með þig, drengur, upp með þig! Já! Fín tími hjá Gumma, ættfaðirinn hér á ferðinni. Þau koma allar frá Stykkishólmi með alla fjölskylduna. Öll fjölskyldan kemur frá litlu vélinni. 3 dráttarvélar og verða ábyggilega 6 á næsta ári ef ég þekki þessar vitleysingar rétt. Sjáið þið kallinn! Yes! Meira á þessu. Setorinn svolítið keppnistækið hér á traktoratorfærunni. Óðinn kemur með Ford. Er the odd one out? Hann kallar vélina litli frændi. Hann sé skildur litla vélin. Ég held að Óðinn sé að keppa í sinni fyrstu traktoratorfæru. Annari! Hann er að keppa í annað sinn. Var hann í fyrra líka? Auðvitað, ég maður það alveg. Auðvitað var Óðinn okkar maður hér í fyrra. Þetta keppandi sem við erum að sjá margótt áður, kæru áhorfendur. Ég veit ekki hvort Óðinn er í klossunum, en það eru aðilar tengdir Óðinni sem að þurfa að smíða sér klossa til að ná niður á pedalana, svona í lægra lagi. Það gæti verið tenging þar í nafninu, litli frændi, veit það ekki, litli fermingabróðir. Óðinn, við erum öll að bíða, það er engin pressa. Það eru öll augu á þér, Óðinn. Óðinn, Óðinn minn, skelltu þér upp. Hann hristir höfuðið, hann finnur fyrir pressunni, kæru áhorfendur, hann finnur fyrir pressunni. Herðu, hann hristir höfuðið eins og hann sé að fara að gefast upp. Eigum við að leyfa honum að gefast upp, kæru áhorfendur? Klöppum, veifum og öskrum á Óðinn, Óðinn minn. Let's go! Það er önnur umferð eftir. Þú getur skrúað upp múrverkið, hvað heitir þetta, olíuverkið.